FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina, Pepsi Max, Bless Zero og CBD Reykjavík. FM 95 Blöð yfir hafið göngu sína þennan föstudagurinn 15. mæ í dag. Við erum að ganga að kjörkossunum, kæru Íslendingar, það er bara þannig og við erum með rosalega þátt í dag. Eins og þið heyrið þá er það litli bróður þáttarinn sem að tekur við stýrimannsætinu því Auðun Blöndal og Steinþór Hróar, þeir eru staddir erlendis og eru að skemmta en fyrirliðin á sínum stað, en málið er það að þú varst undir mikilli pressugilsari hérna í lok febrúar, þá varstu mæti í 1 þátt af ykkur 8 og varst í hættu að missa bandið, en nú ertu bara búin að koma í hvern einasta þátt. Já, ég er bara ekki klikka síðan. Nei, líka með alþjóðlegt vegabréf skýrklungurinn. Já. Alltaf í útlandum. Já, ég sko árleg tenniferð, þetta er í janúar og svo árleg, þú svona 3-4 svona ári á sig sama hótel að taka upp sama vídeo undir sömu sama skilinu sko. Þetta er nú bara, þetta er einu svona ár núna, bara janúar. Já, einmitt. Og ég segja það. Þú varst það líka í hálft ár í janúar. Og svo er þetta skíðaferð í febrúar. Takk. Það var svolítið að gera hjá gilsarum til þess að byrja með. Já, en nú er ég bara búin að vera á klakan. Já. Og þar vil ég hafa þig. Já, mér líður bara, ég bara heldur góður sko. Takk. Það frábært að vera með ykkur í dag, strákarnir eru í Pólandi. Já. Hvað er í Pólandi? Bara geggjaspurning, ég dansk. Steindi hélt að maður í Króatíu sko, en ég get ekki spurt hann hvað hann er sko. Já, því er ekkert. Það sagði Króatíu í spjalli og sagði blöð, nei, við erum í Pólandi Steindi, hann var satt bæðið mættur út þegar hann sagðist við í Króatíu sko. Hann er komin út og veit ekki hvað hann er. Rosalega mikill lengdarmunur og bara stigsmunur á Póland og Króatíu sko. Auðun Blöndal að ferðast með Stóni, þetta er bara eins og liðveisla. Hann veit ekkert oft. Hann sagði að þú er í Króatíu en ég er í Pólandi. Ég bara sé ekki að það væri hægt. Já, það segir bara allt sem það segir þarf. Þannig að sko, hann hélt að þeir eru í Pólandi, feskir, skila kærleiskveðju og við fengum Tatman til að koma með okkur. Jón Gunnar Gerdal, hvernig ertu? Ég er frábær. Þú ert aðeins að taka þátt í kosningapartíinu? Já, ég er aðeins þetta eru 4. kosningarna sem að ég er að dansa bak við tjöldin. Já, ég er kosningastjóri með honum Valdimari, bæjarstjóri í Hafnari. Hafnarfjörður er heldur góðu bær bara. Já, ég held líka sko, nú er ég born and bred Kópavogur og elska Hamraborgina, en það er ekkert mikið að frétta og salurinn í Hamraborg er svona pínu tónleikarnir sem má gera gaman. Það er gaman í Hafnarfirði. Já. Þú veist, bæjabí og hjartað, heimahátti, jólaþorpið, það er rosalega margt að gera góða hluti þetta. Já, þannig að það er nóg að gera hjá mig til að svara spurningunni, Richard. Góða veitingastæðuna, Von, Matús, helviti, Von, Tilveran, Krydd, Barbara, allir þessi ressar hérna. Já, og helviti. Það er bara mjög mikið að frétta hérna í Hafnarfirði, sko. Þannig að ég er þar. Það er allir glaðir, en þú tar þá ekki erfitt fyrir þig sem kosningastjóri og Valdimar að búið til eitthvað peppin. Það er allir ánæðar þarna. Það er ekki brjálaður. Nei, og allir ánæði með hann í brúnni. Þannig ég vona að það bara skilir sér á morgun, fjandakotnið. Ég líka byrjar að tala við hann sko fyrir 6 á mótnana. Þannig að ég hlakka til þetta verið búið sko. Þetta ringja fyrir 6 á mótnana maður. Ég þarf svo að koma Hildi systurinn hún er sjötta setun í D í Kópavogi. Bláa höndin í Kópavogi. Það er mjög gott fyrir Kópavogi ef hún myndi fara inn sko, því hún er bara það frábær sko. Ég er líka peppa, talaðu systur sko, Björg litla Austmann, við þekkjum nú 2 bræður hennar. Þeir eru ágættir. Þetta er vantilega The King Heiðar Austmann. Ísmenn. Og svo frægustu mjaðmir landsins í BM Valló, Emil Austmann. Shit. Takk. Frægustu mjaðmir landsins. Já. Það er gaman að þessu. Það verður á morgunni Eurovision og kostningar. Já. What a day, man. Já, ég fór ekki verður ykkur edru á Íslanda morgun. Svo er líka lúkki á tett, Richard. Ég fór sko í skeggsnýrtingu og ekki hár, hann bara snóða mig hann með kúki hjá Studio 220. Þetta er ekki snóður og sköllóttur Tatman sko. Já, ég veit það, en ég var hann að skafa hann einu sinni í viku bara í klippingu sko. Ég tilti við bara í stólinn hjá strákurum í stúdíónu. Skafa hann hausinn, skeggið og annað sko, bara veistla. Bara lægt degra við þig. Já, þú veist, bara elsk þetta. Og þessi kostingastjórn þarf að lúka hann kvöld í vökunni. Hefur þú aldrei íhugað að fara til Tyrklands? Nei, ég bara tók ákvörðun snemma bara að vera áfram í Team Sexy sko. Svo sá ég reynda myndband að Einari Bárða. Það er rosalegt sko. Hann er bara hann að sveifla hári. Hann kom með makka sko. Já, hann er bara eins og Mufasa. Hann er bara með makka. Það er rosalegt að sjá hann sko. Já, ég meina þetta er að virka. Já, en mín heppni væri samt svo, ég myndi fljúa til Tyrklands og koma heim rauðherður. Nei, sko. Það væri rosalegt sko. Sko, málið er að þeir eru
proven concept sko. Já, ég veit það er sem búin að finna. Já, og ég skil sko Baldur Klipp, það er svolítið skrítið að vera að kalla Baldur Klipp og sortu sköllóttur. Ég skil það, hann verður að vera on brand og vera með hár, þessi kæri vinur minn sko. Bárðarsson, jú, þú veist, ok, skelltur í þetta og ég fíla þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, það er rosalega að sjá hann. En þannig að þeir eru góðir. Ég með hár einhvern veginn, það er enginn að sakna þess nema kannski kona mín sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynnast sko. Hún hjálpar í alvörinu að þetta var með hnausþykkt hár sko. En Já, sko, var það alls ekki. Þú ert samt sko, ég sammálaði sko, þú, Bubbi, Blö. Það er eitthvað furðulegt að gæra þess að þið fari í háríkrasli. Það er eitthvað skrítið. Þú myndir alltaf sjá Mortens í haust bara með hár. Nei, það meikar ekki sens. En Auðun Blöndal var alltaf mest sko, svona skælt yfir þessu genn tíðina. Hann tók þetta mjög nærri sér að vera sköllóttur. Og er ekki rétt hjá mér eiginlega ástæðan fyrir að Blö vill ekki fara til Tyrkland þannig að hann þyrfti að vera edrú. Já, sko, síðan var ég að tala við, það voru meistarar sem sponsuðu, meistarar sem er betrahár.is og voru með okkur í daginn í bingónu og ég var útskjöð þeir sögðu þetta er bara eitthvað 3-4 dagar svo þetta var edru, sko, ég ætla að Blöðar hann getur það. Nei, hann getur það. Getur einhver edru frá mánuði til 5dags til þess að fá hár? Í Tyrklandi? Ekki fræðilegur. Það er að vera ykkur nokkur mánuður hann sem mátti ekki södra, sko, þannig að það var bara að hræða okkar mann þar, sko. Er Plóter þá bara á vagninu núna, eða? Nei, hann sko, málið það, Plóter var úti, sko, mátti náttúrulega ekki drekka, sko, og hann sagði mér, sko, þetta er alveg fokk erfitt, sko. Farið nokkuð bara og horfa okkur á leiki og bara verið í... Já, og er bara titrandi bara með Pepsi Max eða? Já, og þú veist, í öðru landi, þetta langar að fóra kaldan og... Já, eðlilega, sko. Og þið, en hvað gerist? Hann myndi hell í sig og hvað þá? Það er, þetta er eitthvað svona... Það er ekki mælt með? Nei, er ekki mælt með þessu, svo Blöð, sko, því að þú og Stóni var að tala um að fara með honum. Það myndi aldrei meika þegar þú og Stóni var að hafa gaman, sko, og hann væri bara í núllara, sko. Ekki gleita. Bara ef við værum að fara að taka upp þátt, þú veist, þetta er eitthvað luxury resort og bara myndum við gera, taka auka þátt og fólk að fylgjast með ferlinu hann að Blöð en hann hefur takmarkaðan áhuga á þessu, sko. Við getum ekki píntan í þetta. Þú þarf nú ekki að fara í þetta, þú þarf með nöðst. Ég meina ekki ennþá allavega, sko. En ég meina gaman að sjá allavega að tæknin er rosaleg, maður átt félaga sem voru bara completely bold og komið þykkt hár. Já, bara hver var það ekki eða þinn maður Partíhansi sem svona kom bylgjun á stað á Íslandi? Jú, hann var alltaf fyrstur, sko. Króatíska leðrið. Já, hann líka hann er tölvu-white, sko. Hann er eiginlega a nerd. Þannig að hann kynnti sér vel hver besti gæi var hann og fóð svo út og að mjög vel heppnað hjá leðurinn. Já, hann svona ruddi brautina svolítið. Það er alls ekki, þetta lítur ekki út fyrir eitthvað svona feik, þetta er svo langt síðan að fóð. Það er ekki fræðilegur að sjá á leðurinn að það sé eitthvað sem... Leðrið er bara hrikalega flottur. Þannig að og fleiri félagar okkar sem er búin að fara í þetta og búin að vera, ég skil hæpið. Já, þú veist, en ég einhvern veginn, af því þú spurðir, ég ætla bara að vera svona. Já, bara upp og áfram. Bara vikulegri klippingu. Það er samt rosalegur Tatman með hárið sleikt aftur, þú veist, sá Tatman er rosalegur Tatman, sko. Helviti langt síðan, takk. Það verið gaman að drífa það. Presturinn talaði þetta, sko, í kirkjunni þegar ég var að giftast konu, hann nefndi þetta Vörusvíkin, sko, hún laumaði á hann, sko, Vörusvík, takk. Gamli ekki með hár. Strákar, það er rosaleg helgi. Núna, sko, eftir nákvæmlega 50 mínútur, þá voru pakkfull Laugardalshöll, þá voru, sko, fjölskyldutónleikar hérna Neytismjör. Svo fær hann smá pásu og svo aftur klukkan 9 í kvöld. Haldi ég að selja upp 2 hallir. Netan er rosaleg. Það er bara nýbúin að droppa geggjaru plötu. Að geggjuð. Þannig að, já, bara hrikalega verið gert. Það er neta, það er líka Karavan. Já, það er Grindavík voru Íslandsmeistari í kvöld. Já, svo erum við kostningar og Eurovision á morgun. Ég meina, hvað gerist með þessa helgi? Þetta er rosalegt. Já, svo er ég að elska line-upið því að, sko, þessi 10 annað kvöld þá lokar kjörstöðum og þá svona byrjar partíð og fólk, ég held ég átti ykkur ekki á geðveikin í kringu það að vinna í þessu. Þetta er alvöru full on mental. Maður bara, þú veist, verður alveg hreinskilin. Hvað ertu múin að taka mörg símtöl í dag? Verður alveg hreinskilin? Wow. Ég byrja bara með við sátum að preppa á hann örgulega svona 12, sko. Já, ég er örgulega bara að taka ykkur, þú veist, ég veit ekki, 60-70 símtöl í dag. Ég get ekki unni við það. Nei, og sko, til vikuna bara, bara Guð hjálp. Já, ég meina, þetta er líka eitthvað í núna. Sjá bara og það er gaman að vinna með Hafnarfjörð. Svona, veist, lítið samt stórt samfélag, veist, þeir eru allir bara í haugur með FH, veist, er í Fjarðarkaup og fleira, þetta er svolítið svona, fyrir mér er Hafnarfjörð meir, nærið ég að vera Akureyri en Reykjavík til dæmis. Má ég segja þetta, ég bý ekki í Hafnarfjörði, ég aldrei búið í Hafnarfjörði. En
Ég er mesta jólabarn á Íslandi sem flesti vita. Já, takk. Hafnarfjörður besti jólabær á Íslandi. Bæja mæl. Færði þangað á jólinu og lapparum og... Alltaf. Ég fer í jólaforpið svona 4 sinnum. Jólaforpið. Alltaf á Þorláksmessu til þess að komast í ekta. Hellisgerði, æðislegt. Ég fór ykkur 4 helgar í röð í fyrra sumar í hjarta Hafnarfjörðar. Þessi hátíð bara gegnum gangandi. Hún bara basically allt sumarið sko. 6 helgar, ég held að það verið 60.000 mann sem að mættu yfir þennan tíma. Frábært program. Til hvers að halda kostningar í Hafnarfirði. Ef ykkur vil breyta þessi Hafnarfirði þá er náttúrulega að honum sko. Hafnarfjörður held ég bara aldrei verið góður bara á ævinni sko. Svo líka bara daginn fyrir sumardaginn fyrsta, heimaháttíðin, geggjagigg. Þú veist maður bara allir bara rottvælir eða bara blas í ykkur stofu heima hjá ykkur fólki. Svo bara röltir inn að garð. Hafnarfjörður er basically bær sem aðri bæir eiga en að kópera sko. Já, og ég held að önnur bæ fyrir lítið á öfundur augum. Bara prógramanna og bara Hafnarfjörður bara booming. Og líka sko, er ekki verið að taka Richard aftan frá þennan að leggja bílum í Hafnarfirði. Það er frítt sko. Já. Þess er bara langt best, bara fylgja sér upp á minn mann. En þú leggur í Reykjavík? Það kostar með helviti mikið penning sko. Já, bara 700-800, maður rúla inn í Hafnatorg og bara 700-800 klukkutími sko. En sko það flýta sér sko. Það er bara svo sketchin hann á skaupinu, bara legðu bílum og hlöftu bara. Shit sko, herru. Rosalegt. Svo er eitt sko. Það er náttúrulega Eurovision á morgun. Já, hörru, er þið búin að heyra eitthvað? Er þið búin að heyra eitt lag eða? Ég er búin að hlusta okkur eitt og einast. Sko. Já, hvernig gleymi, þú hérst 42 ára 500 mann ammali í Sjáland. Gilsarinn er líka spilafíkill. Ég elska Eurovision. Og hérna sko, hver er að taka þetta? Lagið sem basically þú veist, þetta á basically ekki að vera contest. Lagið með 45% sigurlíkur. Já, hvaða lag? Það er finnska lagið. Ok. Sko þeir eru með sexy gæja. Þeir eru með gælu og fiðlu. Hvað heitir þessi gæðin? Og hann heitir, þetta er Linda Lampenius og Pide Parkonen. Svo eru þau með eld líka sko. Þetta er triple combo hann á sviðinu. Sexy girl, og hún fekk undanþágu. Hún baði að fá að spila á fiðluna því þetta er alltaf playbacki. Hún sagði, hörru, ég þarf að fá að spila á fiðlu. Og þau bara, hörru, við leifum, þetta er alltaf playbacki. Þú voru bara, hún sagði, nei, ég þarf að spila á hann. Þannig að hún spilar á fiðluna á sviðinu sko, sem er skemmtilegu móli. Ef við heyrum sem það smá brot, þá á þetta lag að pakka þessari keppni saman á morgun. Finnska lagið. Negla fiðluna sko. Og þeir eru að syngja á finnsku. Já. Og það er eitt einkennasta tungumál í heimi. Og þetta er bara hittari. Já, þetta er það er verið að syngja, margir að syngja á sínum tungumáli núna. Það er ekki verið að taka ennskuna á þetta. En hvað er annað? Sörens er okkar besti maður Sörens. Já, talaðu spila mættu fyrir Dani. Og hann heitir Sörens. En hérna Gilsari, ég hef ekkert séð þetta. Hvað hefur farið á DR1 og NRK að horfa á þetta? Ég er bara að taka allir þessi vídeo á YouTube, bara það og öllu. Hvað getur maður hort á Eurovision? Já, með smá auka þátt. Rútu. Hæ? Þetta er bara rúf, já. Og það er bara Gunnar Dísi bara með þetta. Býtu. Undankenni var Voru ekki að sniðganga keppnina? Já, sniðganga með að mæta sko. Þau ekki sniðganga með að sína sjóið sko. Ekki á rúf, en báðar undankemna voru á rútu. 3. og 5. no joke. Voru ekki að sleppa að vera með það? Já, sko, það var drölla. Því að þetta er ekki, hún oft verið sterkar í keppnin en í ár. Og það var dauðafæri fyrir okkur að enda hann í topp 10. Þau hefur sendt alveg lag út núna sko. Skita. En býtu, ég held að við ætlum að sleppa að vera með, bara alveg. Já, ég held það líka, og ekki sína okkur neitt. Það kom eitthvað frétt í vikan, eitthvað fjölskyldu fólk, eitthvað blabra, rúfa sína þetta. Já, þeir ákvað sína þetta. Og bara það er verið að keyra á þetta. Já, bara 7 annað kvöld á rútu. Verið að dæla út auglýsingum og þetta er bara... Já, verið að selja auglýsingar í þetta líka. Já, þjóðin mun bara vera öll heima að horfa í Eurovision á morgun, sko. Ok. Efsta leitið selur auglýsingar á textavarpið. Þannig að, já, ok, ég held að við ætlum bara að sleppa í alveg að vera með og sína samstöðu. Já, ég held það líka þannig að leta allir, sko. Já, ég er bara brjálaður, sko. En hérna... Það er Eurovision og kostningar á morgun. Hvað gerir það þá? Getur sett að má ég ekki fá sænska lagi bara eftir. Það var að hafa undir núna. Bara fyrir sem óskalag. Þú eftir að förum ykkur lag. Það er að mátt gera sem vilkilsar. Það sænska lagi er sko eina svona teknolagi í ár. Það heitir hvað? Finnska er nú tekno. Heitir heitir sænska lagi For Vi Går Hjem? Nei, það er norska. Það er ekki bara alls ekki sko. Já, hvað heitir það? Það heitir Ertu ekki sérfræðingur? Ertu ekki búin að horfa rúf 2 og auðlýsingarnar? En finnska lagi hljóma vel. Ég er alveg contender. Maður sjá betur aðeins. Þetta ætla ég... Sören segir Danir nú alltaf helviti oft með gott lag. Svíjar. Þannig að
Sko, Er ekki hollendingar ekki? My System, hún sést, hún er að syngja það og hún var að deyta ykkur gæja hún er að koma þessum gæja út úr the system. Ertu bara búin að greina textan í sænska laginu Eurovision? Já. Og hún er mysterious þessi gæla, hún syngur alltaf með grímu hún sér alltaf bara hálft andlitið á henni. Okay. En hún er bara á gaggrinni fyrir, hún er í smá vesinn hann í byrjun á laginu, hún er maður 2 nótur hann sem hún er að ströggla með og þess vegna held að við skor ekki nógu vel hjá skor ekki nógu vel hjá hérna dómnefndinni en skora vel hjá gómunum heima sem hringir inn En Gils, sem þú ert okkar sérfræðingur okkar sniðganga að vera ekki með hvað hefur það gert fyrir baráttuna? Hvað það gert? Er fólk að tala um það að Ísland sé ekki með í Eurovision í ár? Nei, það er drullu sama, við sendum yfir léleg lög út sko, þannig að heimnum er drull að Ísland sé ekki með sko. Við getum líka bara að fara að gera sama og Svíjar gera og Ástralja og fleiri, bara senda góð lög út en það eru væpar ekki ekki þér en bara senda bara winners út. Hörðu, talandi væpar og annar þeir eru með eitthvað gig á morgunan úti eitthvað VIP afterparty Eurovision og annað og þeir eru þá rakin, þeir eru mestara sko. Já, bara með fanbase. Engin samstæða þar? Nei, og bara slétt greinlega sko. Þannig að, já, upp og áfram. Já, ég meina menn þurfa að borga reikninga. Ég meina Ég peppa verið Eurovision á morgun og já, bara þessar helgi. En hvað með trúðalistina? Ákkur ekki bara F95 blöð þegar maður út með lagið og eitthvað? Það var ekki frábær spurning. Sverrir Bergmann, Jóhanna Guðrún Egil á einhverju ímyndu Já, það alls ekki setja það í samband. Þetta er eitthvað sem er á playbacki í Eurovision sko. Það mætti ekki setja það í samband. Ég lofa því, ég myndi ekki með undan þá Þú verður bara með Dr. Viktor og Hespaki. Já Það er mjög lítið mál að smíða lag sem myndi enda þannig í top 5 sko. Bara mistamáli heiminn sko. Takk. Við bara veljum, við sendum oft bara eitthvað slagt sko. Meðan ég sendi bara svo svíjarnir. Þeir senda bara ekki léleg lög út. Það er samt undakefni, er ekki það meira út í festival? Ef við setjum lagið á System og eftir þá feirur við bara hörðu shit, þetta er stemning, þetta svíð þetta drullleiki. Ég samt ánægði með hvað Ísa ég djúft í þessu hann var hann að greina textan hjá sænskupínu sko. Það er rosa Það er eitthvað 2 nótur sem hann hittir ekki hann í upphafi ég hef ekki heyrt lagið eins og ekki lag fyrir þið spiluð á hann. Eins og það er kæru hlustendur þó að Blöð og Steindi sé ekki það verður veislu þáttur Gilsari, þú ert auðvitað í þættinum þú ert með spurningakeppni í Gilsarans hvað er konseptið í dag? Er það ennþá einn eða? Það er King of Voting. Það er kostingar. Þannig að ég tengir alltaf eitthvað sem er í gangi. Af hverju svona læðist að mér svo grunur að þessi spurningakeppni kom ekkert við voting? Jú Ég get loðið því að kostningar kom ekki nála þessu. Maður giska á eina spurningu. Kýstu það að vera sköllóttur? Kemur hún það? Já Það er frábær spurning. Basically bara hún er eiginlega orðurétt. Hvað þú, skegna? Það verður ekkert tengt kostningum í þessu spurningalæti. Þú veit fólk eina spurningu sko, en allavega þú hugsa svarið þar og við höfum nægan til að hugsa svarið, það höfum ekki alveg strax í þetta. Get ekki beðið því börnin mín og allir vinir er að hlusta sko, bara dreina sér þarf í lífið mitt sko. Herru, hvað er þið búin að þekkast lengi? Frá hvað ári? Hvað? Ég þarf ekki að En það er þetta komið í 20 ára? Nei Hvað, 26? Þetta er svona með seinni skipunum samt sko. Nei, þetta er ekki bara 2000, þetta er eftir hrun. Þú mættir einhvern tímann hana, já, ég fór, ég meðan að þú varst með Fat Camp. Já, með Hannes Steindós í Fat Camp. Það var 2007 í H10 í Kórnum. Alveg rétt, þetta er basically að detti 2 ára. Þetta er að detti 2, já, ok. Þetta er ekki 30-40 og restin. Geirdal kallaði þetta Fat Camp, þá var með, ég bjóð ekki til nefndið Fat Camp, það var illa að sé þetta, útbyrja með hóptíma sem heitir Fat Camp. Já. Bara einhverju miðaldra gauðra sko. Það heitir eitthvað hot fit eða ekki fat camp. Ég get lofa því að hann hendi það. Hann er Steindós, Örn og Siggeir og Emil vorum ekki hot fit. Það var ekki hot fit og engin fit sko. Ok, ég ætla að hendi ykkur í þekkið ekki. Sjá hvað þið þekkið hvort annar vel. Já, takk hérlega fyrir það. Skemmtilegt. Svo eigum við eftir að ræða meira kostningarnar og við eigum eftir að fara í slúður sem við gerum hér eftir augnablik nummer 1, 2 og 3 FM 95 Blöð í góðum gýr til klukkan 6 í dag, ekki missa af einni nokkri sekundu. Egil, þú vilt fá sænska lagið á og viltu kynna inn fyrir okkur? Já, þetta er lag sem er spáð núna sangandi bookies, þetta er 11. og 12. sæti, ég veit meina að það endi top 10 og í trúðugjöru, þetta er eina stemningslagið, ég er álfuru stemningslagið í ár. Ég vil gera top 3 áhjóður eftir, Egil. Já, við tökum spá. Já, það er ekki mál. Herru, þetta er Felicia, My System. Þetta er Top 20
tónlistarstöðin FM 957. Þetta er FM 95 blöð, þetta er sænska lagið í ár og Gilsarinn, hrifin að þessu? Já, þetta er alltaf, ég myndi náttúrulega bara vilja að þetta lag myndi vinna þetta í ár sko, en finnska lagið er líka, þú veist, stemmislag, ástralska líka gott, með gríska lagið, King Mike, það er svona flip-lag, TikTok-lag. Já. Þannig að hérna, King Mike? Það er spáð þriðja, hann er frá Gríklandi. Já, ég veit, ég bara... Hvenær fekk hann ríkisborgarrétt, var ekki 92? Mækarinn, Já. ekki alveg 100% staði sko. En þetta er allavega hérna, það eru mörg samt slöglög að dauðafæri svona Íslendinga, já sko þetta er óvinnu, ok, finnska er fínt, sænska, danir eru með ágætis neglu, ástralir eru með gott lag, Kýpur flækit ekki, senda alltaf bara gellur að gæja sko, alltaf bara sexy fólk sko. Holland er ekki, hvað, Ísland, Holland, það er eitthvað nokkuð lönd sem er ekki. Eitthvað 6 lönd sem eru ekki. En hérna Bretin kemur alltaf á lendi neðist. Já. Það er ótrúlega sko. Já sko, en Bretin er hérna Þeir kunna náttúrulega búið til hittar sko. Já, en bara að skýta helviti mikið sko. Já. En þeim er báð hérna þriðja, það er sko, það er 400 í stuðul að þeir takk þetta sko. Já. Það er sko. En hérna, og hvað þarf að hólka á Epic? Sko ég er með nokkur hérna, ég finnska lagi lokið þessu, ég held að Fiðlan og Eldurinn og allt þetta, en Rikki er mjög nasku Eurovision gamblur og hann heldur ég takkit ekki, það mingar aðeins peppið á það sko. Við erum að Danmörk er top 5, Svíþjóð er top 10, þetta er svona þessi Ísrael vinni hérna símakostninguna. Þetta eru svona Ástralía taki hérna dómnefndina. Þá áttu komið með 4-5 winners. Já, ég hef þetta á morgun í kostningavögunni, svona því klára síðustu 200 síndilinn. Hvenær byrjar hérna svona kostninga-TV-ið og ég sést kjörstæði loka 10. Já, ég veit á sín sko, Benni og Fannar verða með hérna suttalega kostningum með Gunni Samlóks verður þeirra hérna sérfræðingur. Hann er æðislugur. Sveppi er þetta líka með þannig basically þetta er bara sín sko, þú ætlar að hafa gaman, það er bara klukkan 8. Já. Og Eurovision klukkan 7. Eurovision 7, kostningasjórupi og sín 8. Það eru sýst á milli. Rúfurlega bara stutt setna. Hvernig fáum við fyrstu tölu svo? Það er kringum 10:30 ekki? Bara 10:30, ég veit að minn maður er að mæta upp á Ásvelli klukkan 11, fyrstu tölur Hafnarfjörður. Þannig að maður verður bara, ég held í mér andanum þangu til. Ég getur verið komin í beddan þá. Ég er að flug 7:30 Já, þú býður kannski eftir fyrstu tölum fjandakotni. Tekur ekki Kristinn Pálsson, sölumann og kynnisvíkil í sportur, svona mæti bara bent á völl? Ég veit ekki áli. Ég er að fara sko, ég er að fara í gólfferð sko. Já, hann hefur líka gert það. Allt er recorded og sett á því Kristinn er mjög spenntur sko, segir þetta ekki þegar fyrir ferð sko. Ég með langkastu forgjöfuna sko, ég veit ekki alveg, ég þekki Kristinn Pálsson á þetta og mæti hann og ofurölu, það er ekki hjálpt að vera í gólfinu sko. Nei, þannig að verður að koma í ljós. Herru, við ætlum að hins aðra henda okkur í slúðrið, drengir. Fyrsti mólin sem ég er með, munið þið þegar ég segi nafnið, vitið hver Jason Biggs er? Já, graðast ekki einn í hérna American Pie. Já, alveg rétt. Hann lék hérna fyrsta geggjuð. Stifler var graður en í rauninni var Jason Biggs graður. Já, hann fór á böku sko, með öðrulega graður sko. Já, hann er lítið sést. Það fór á böku sko. Já, rosalegt. Þú veist, hann gerði það. Er eitthvað hlutverk hjá gæja sem hefur fest bara við hann og hann á aldrei breyk eftir að bara eitt og sama hlutverkið hann lék hérna American Pie eftir hann fór á kökuna þá átt hann eiginlega ekkert meiri sem fyrir öll framtíðar gig eftir það því myndið var geggjuð sko hann var svolítið, hann fæsti tísum því að hérna, fyrsta sem kemur í fréttinni American Pie actor hann er bara kallaður það sko ennþá 30 ára ennþá sko hann er sérst að skilja var með leikunni Jenny Mullen þau eru sérst búin að segja þetta gott búin að vera gift í 18 ár það kemur fyrir besta fólk voru sátt við hvort annað skilnaður ætla bara að sinna uppeldi svona sinna og eitthvað svona voru sátt við hvort annað þetta er bara leiðileg frétti við King Richard, ekki uppörandi en vonandi bara Jason Biggs er single við sendum hugheiljar kveður þeir eru búin að sjá hérna mikið verið að tala um Meghan Markle og Harry já, hvað er nýjast? Ég skilji verið að seima hann sko því að Meghan Markle heldur uppi peningalega hún sem sagt ber hitan og þungan af tekjuöflum og fjárhagur fjölskyldunar hann er ekki hún góður, víst og hún er sem sagt að byggja upp þetta vörumerki sitt as ever hins vegar er Harry að leika sér
as ever. Það er þetta hljóma eins og nafn á okkur allt öðru en allt í lagi. Já, veist S með 2 S-um eða 1 S-i Ég sagði as ever. Það er ekki 2 S og ever. Hvað heldur hún sé að selja? Nei, bara As ever. Já, Hún er ekki að henda nýju Pornhub í gang, sko. Hvað er það hér? Akkur, Gilsari, þú varst að vera 50 sko. Þú stendt þá Ég beint á Ég það. bara, málega, ég heyri að byrja fram Er þetta as ever Þú veist, með 1 S-i Eða er þetta Ég sagði með einu ever As. Þetta er 1 S skýrhaus. Ok, áfram Með þennan móla Það er sérst þannig, hann er svolítið að leggja áherslu á góðgeramálin. Já, já. Og svona, þú veist, hann er með þetta Invictus game. Þau verkefni þau mér ekki skilja tekjum. Þannig? Þú veit að þau gáu eftir hann að ekki, hann er prins. Já, hann er ekki að fá neitt held ég frá fjölskyldun lengur sko. Já. Fær ekkert cash. Hann er ekki á framfæslu breska ríkisins. Nei. Konungsfjölskyldunar. Og þetta er þannig sko Það er ekki svona allowance Hann er svona svo bara böttfá Ég væri til í það, fá bara vasapenning hver mánaðamót. Og þetta er orðið þannig að Meghan Markle er núna að vinna að því að komast aftur á skjáin. Já, Þess að fá meira cash. hann er ekkert að því. Hvað langar hann að fara að gera? Það er bara Veit það ekki. Bara súts aftur eða eitthvað Nei, vantilega ekki, er það ekki búið? Það er ég búið, veit löngu búið. Gjómynd Já. Nei, en Alveg eftir þetta henn á skjáin. En hvað, neituðu peningum frá fjölskyldunni að hættu Þetta var eitthvað svolítið svona gáðið eitthvað frá sér eitthvað blað, þú veist, vildi standa á eigin fótum og það gengur ekki betur en þetta, sko. Nei. Hann að Megan er með, hún er að raka inn kass fyrir þau, sko, vonandi. Já, með as Með ever as ever. Erðu Nicole Kidman? Rassað eilífu er konceptið Það er sem þetta heitir You're 46. You're 46. Jöfnveld hlakkaði til í 50 sammælinu. Jæja, næsta mál. Stórleikunan Nicole Kidman. Hún er í smá hitta núna. Nú? Hvað gerðu fyrir Ester á síðast sunnudag? Á mæðradagurinn og sunnudaginn, Gilsari, hvað gerðu? Ég sendir bara huggulega skilabóð Bara til hamingju með mæðradaginn? Hún var á Spáni og Hvað sagði þetta, væri besta mamma ever? Nei, það er bara hamingju daginn Já, Sagði bara til hamingju með daginn? Já, okkur svona Ekki bróskall eða hjartaðan? Já, eitthvað krútlegur emoji kall með Aja. Það voru hún á Spáni og ég og klakanum og sendið maður lögulegt skilabóð eðlilega mamma Gils að lifa sem besta dag á Spáni, sko. Já. Þú, tett? Ég bara heyrði í móðu minni og bara til hangi með daginn, sko. Það var ekki flugveldar, sko. En ég kefti blómanda koninni og eitthvað. Ekki flugveldar. Nei. Ég kefti nú blóm handa mömmu minni, mér fannst það nú bara lág mark en ég gerði það ekki en það er eins og Hvað keftur þú blóm og fórst með til og Já. Mikið krút, þú ert krút raskat, Riki. Það er svo verst. Ég er engabatt, sko, eina batni eða, sko. Krút raskat, ég er hrósaðis. Hver Já, ég vil ekki vera krús Ég vil ekki vera krút raskat. Þú ert as ever. Það er sennilega síðast sem vilt vera krút raskat. Ég vona að ég heyri þetta aldrei aftur, sko. Ég heyri þetta aldrei aftur í sér krút raskat. En Nicole Kidman, hún sem sagt hendi instafæslu sem stámaðuradaginn að sem hún þakkaði þakkaði fyrir dætur sína sem hún á með Keith Urban. En netverjar eru reyðir og að því hún myndist ekki á eldri börnin sem hún á með Tom Cruise. Hún er fleiri börn, sko. Já. Gleymdu þeim bara í fæslunni? Já, hún sagði í þessari fæslu að veri mikil gleði að vera móðir fallegu stelpnana sinna og byrti semst gamla mynda sér og Sunday Rose og Faith Margaret þær dætur 14 og 17 í dag og óskaði semst öllum mæðrum í heiminum til hamingju daginn en síðan kom hitinn. Já. Hún á þetta 2 börn með Tom Cruise sem heitir Bella og Connor. Þau eru vísorinn fullorinn en hún nefndi þau ekki. En hún er náttúrulega ekki verið í sambandi við þau því þau eru náttúrulega föst í vísindakirkjunni með pappagamla. Og alveg drama á öllu þessu, það er Beckham, nú eru Kidmans, já þetta, það er náttúrulega vísindafölskina. Nei, vísinda kirkjan, það er basically heldur sig fjarrið þeim, sko. Já, hvað er með Tom Cruise og vísindakirkju? Er hann ekki hættur svo ruglega? Hann er ennþá í þessu. Það er bara geimverur að koma að sækja nú. Þetta er alveg guður rugla, sko. Og krakkarnir, sko, líka þá tala ekki mömmu sína, sko. Þetta er bara setrósöfnur. En svo er hann leikur bara í góðum bíómyndum. Við erum að gefa hann það. Hann getur ekki drullað á sig. Hann leikur bara ekki slagri mynd. Mission Impossible og Top Gun og eitthvað Maverick. Hann velur bara neglur. Hann er virðistur að smá tæpur svona, en samt kannski er hann að vinna tilbaka. Tæpur hefur síðan, hann leikir sér áhættættri. Hann stendur ofan á flugvélum. Er hann ennþá í því? Ennþá. Það er bara í síðustu mynd. Hvað er gæðin gamall? Hann er 60 og einhvað, það ekki? Hann leikur öll áttættri þessu sjálf. Hann er með drullu sama. Hann flýgur orustuþotinni í Top Gun, sjálfur. Hann flýgur inni.
Og svo lefði sér flakkan eitthvað gil á mótorhjóli hérna. Sko í Burj Khalifa hérna, Mission 5 eða segja það ekki hvað konar marga myndir. Hann bara að labba utan á einna hæstu byggingi í heimi sko. Veist, og svo hérna í þar síðust eitthvað, þá var hann hérna, ég tók það í Noregi, Trú Norðfara hérna, var hérna vinn í þessu, fer á mótorhjólinu, fram að fjallinu, hann gerði þetta í 5 eða 6 sama dag. Ég sá það á YouTube. Ég ætla að sleppa eins fyrir, ég ætla að gera þetta aftur, ég var að horfa á það, mér bara leið svo illa, hann galinn í hausnum sko. Já, ég meina hann ekki með stöndöfbúð, hann bara hjólar í þetta sjálfur. Það var eitthvað geggja vitrengt með Matt Damon, hann var, ég var leikað með Tom Cruise og hann var að tala security gæðin hérna hvort að, svona öryggisatriðin á settinu, hvort að þetta mætti. Hann sagði, þetta bara ekki séns Tom, það var ekki glæta fyrir mig þetta. Já, hvað gerir þá? Ég bara raka hann og réð annan gæði sem leiði mér þetta. Hann alveg snar, sko. Henni sem vísinda, kirkja, það bara ekki alveg kúkú-kaka, sko, bara kókapöfs. Og líka ennþá í því maður. Já, bara King Kong í hausnum, sko. En geggjaði myndir. Já, geggjaði myndir. Já, við sem er Kidman. Var þetta ekki ágætt spaki? Já, ekki svo ég hend út kveðju og gleymi börnunum mínum. Ég á 4 börn og mér ekki gleymi ekkert eldri börnum mínum. Nei. Það skrítið. Börn eru börn og... Þetta er bara fínir mólar hjá þér, Vichy. Já, þetta var fínt. Herðu, við skuldum auglýsingar og eiginlega bara beint eftir þær því að við erum greinilega að selja fyrir kostningar. Þá þurfum við að henda okkur í þekki eða ekki þar sem að við ætlum að fá Gilsarinn og Jón Gunnar til þess að reyna að þekkja hvort annan betur. FM 957. Já, það verður einhver stemmingin í höllinni, bæði á fjölskyldutónleikunum með herran heitur Smjör og svo þetta partytónleikunum klukkan 9. En drengir, það er komið að svona fyrsta alvöru liðnum og það er liðurinn þekki eða ekki. Og ég veit nú ekki, hafið þið keppt í þessu eða? Þú eru örugglega sett okkur í þetta einhvern tíma sko. Alls konar keppt að vera í gangi hérna sko. Örugglega einhvern tíma sko. Það er átt síðan. Ég ætla bara að spyrja Egil að því að þú ert fyrirliðin. Vilt þú byrja fram með að fara að senda Tatman? Hvernig leggst það út að Tatman er gestur og hann fær að velja? Hann má ráða það bara, hann er frábær. Vilt þú fara að prenta hann eða viltu senda skýrið þangað? Ísei fram. Takk. Ísei fer fram. Það með að Jón Gunnar byrjar og við fáum að sjálfsögðu þetta besta hérna. Hérna. Já, gæti hann skellt aðeins meira. Taka hurna bara með sér. Já. Herru, þetta eru 4 spurningar og þetta er þannig að fyrir þá sem, ef þú vissir ekki, ég spyr þig, þú svara fyrir þig og þú ert að hugsa, Egil getur mögulega giskað á hvað þú ert að segja. Þannig þú ert aðeins að hugsa. Þannig ég er að svara spurningu sjálf á mig. Já, sjálf á þig. Okay. Tatman, þú byrjir í Kópavogi ekki? Rétt. Þú ert að fara að kjósa í Kópavogi morgun. Ef þú fengið það vald til þess að breyta einum hlut í Kópavogi og það færi í gegn, hvað myndirðu keyra í gegn? Að því að það stendur mér mjög næri. Ég er með 2 pjakka í HK og ég er með þess að komin í stjórn knattspyrnudeildar. Já, vel gert. Gummi Kalli hérna, man of many, er hann í aðalstjórn og fleiri góði. Come father. Akkurat, takk. Það er hérna, við erum að færa okkur næri klubnum svolítið. Já. Veist, ekki það, ég er með gutta minn í blikunum og fyrir Kópavogsvöllin og peppa það og áfram Kópavogur. En að HK verða þarna næstu 10 ári í fótboltamóndum. Ég veit sjá, eitt sem myndi ná í gegn, fá hennan fótboltavöll og stúku úti. Takk. Ok. Elska kórin. Já. En þú veist, það er samt ekki að bjóða upp á það. Nei, þú veist, bara græði þessu stúku út. Það er frábært á veturnar. Já, mikil forrindi. En græði þessu stúkun á völlan úti og klára það, takk. Já, klára það. Það er alveg á plani en ég var til að bara aðeins að íta á Axel. Herru, skrifa þetta hérna niður. Fattaði langt sinni ég skrifa það. Herru, það er stúka HK og völlur klár. Já, það er mjög mikilvægt. Klár HK, ok. Spurning númer 2. Já. Þú ert búin að vera giftur í dágóðan tíma og hvað eru búin að leggja saman þú og frúin? Við erum bara saman í hver 14, bara á 15 ár. Mjög einfalt, ég ætla bara að spyrja. Hvernig daðrar við kona? 14-15 árum setna. Já, það er nefnilega málið. Það er alveg challenge alveg sko. Já, en þú þarft samt að gera það. Já, sjálfsögð, þetta er bara að vinna allt saman. Og mjög góður. Ég reynir bara að vera, veist, ég maður ekki bara reynir að vera sætur í sér og bara koma á konu glæsileg og falleg og senda stundum bara skilabóð þegar maður hugsa til hennar og svona og þetta er eitthvað svolítið sko, þú veist. Svona Egil er aldrei að fara að giska á því hann kemur með eitthvað mjög óþægilegt sko. Já, svona til þess að fá eitt svona konkrétt svar, svona hrósarinn er bara reglulega, já, hvað viltu segja? Já, veist, þetta er svolítið þar, þetta er það. Ég held að sé þar sko. Ok, minnana ákánu glæsileg. Stundum. Já, akkurat sko, þú veist. Svo náttúrulega bara, þú veist, 14 ára setna maður bara, maður fær bara
Pluss ég kladdan bara fyrir að vera ekki hálfviti heima hjá sér og sinni einhverju sko. Það hellingsplús sko. Ég veit þetta erfið spurning. Ég veit það. Og ég meina hann samt í sama pakka, hann búin að jafn lengi með sinni sko. Já, akkurat. Herruðu, nummer 3 á skalnum 1-10 hversu athyglisjúkur Tatman? Og þetta á þínum mati sko. Já, ég nú ekki mjög athyglisjúkur og samt eiginlega út allt. Já, veist, ég svo sem ekkert oft að óta mér í eitthvað annars. Nei, það er rétt. Þú ert eiginlega frekara að því að þú sendir á mér reglulega að þú ert alltaf að koma einhverjum öðrum í eitthvað. Já, þú ert svolítið á bakvið tjöldinni. Já, og það er bara að loða við mig í 30 pluss ár einhvern veginn. Mér varst alltaf mjög gaman hérna í loftinu á FM sín tíma. Já, það er svolítið langt síðan. Helviti langt, bara 94-2000 eitthvað sko. En alltaf miklu skemmtir að vera að rigga upp eitthvað að græða eitthvað, gera og eins og núna bara þessu endalösa PR og pluggi sér í og kostningastjóra giggum og svona sko. Þannig að hérna, ég veit ekki, segja 5. Já, ég held að það sé bara nokkuð rétt. Já, mjög svona meðal einhvern veginn en alveg með leiðir og allt þannig að ef ég vill einhvern tíma komir, það er bara svona ok, en ég er ekkert að sækjast í það sérstaklega sko. Nei, þú er svolítið að láta aðra hlaka til að heyra svara hann segir, það er einn athyglisjúkur gæi, bara spurning hvað hann segir, lígur hann, það er spurningin sko. Alltaf. Herðu, síðast spurningin ef þú mættir velja bara eina kategóri á fullorðinu síðu það sem eftir hvaða kategóri það? Richard. Nei, þú veist. Hvað er að þér, þú veist? Ég viðurkenni að ég var mjög stoltur í hátinu því ég rappaði þessu upp. Ég er 51 árs. Já, ég veit það. Hvað, ég var að henda upp einhverju kategóri fyrir Pornhub eða? Já, ég sagði fullorðinu síðu, ég sagði ekkert endilega. Já, bara fullorðinu, þú veist, það er bara ein kategóri. Já, við veitum að það er ekki MBL og Smartland. Nei, gerum mig grein fyrir því. Ég þurfti að hafa eina svona. Þú veist að Gilsan það líka svaraði þessu, sko. Já, og hann er 100% að fara að væla eitthvað í kringu það, sko. Já, en það er bara að svara. Hvað er með þetta aftur? Hvað er eitt flokkur? Já, sérst, ég gerir mig grein fyrir þú ert ekki að hanga inn á þessu, sko. Nei, bara skulum gefa okkur það. Já. En ég veit hvað þetta er. Já, en þú ert samt alltaf að velja sömu kategórina bara forever. Þú átt alveg eftir að lifa í hellingstíma í viðbót, sko. Hvað hendur í? Shit, hvað þetta er óþægilegt. Það maður ekki að segja bara svona almennt eitthvað. Þetta er skelvilegt líka. Hvað er að þér, sko? Ég fann að svitna inn í mér, sko. Þess að tala þá amatör, hvað? Já, segjum það. Amatör. Takk, bara. Herru, Jesus. Þetta er alveg við. Hvað? Náðu í Gilsaran. Há ég náðu í stekina. Náðu í Gilsaran, þú hendir á prentaran. Já, herru, Jón Gunnar. Það var þægilegt. Nei, þú er að fara út, sko. Já, sorry. Já, hún er ekki að heyra svörin hann, sko. Herru, Tatman stóð sér bara vel. Með svipir á honum einhvern veginn. Já, síðasta, sko, þetta er alveg þægilegt. En kannski síðasta er skrítin. Já, pínu. En samt ekkert kemur ekki óvart, Richie. Hún er alls ekki óyfirstíganleg. Hann náði að koma sér í gegnum þetta. Erðu, Gilsi, það eru kosningar á morgun. Þú ert í Kópavogi eins og Tatman. Ég spurði hann, ef þú getur breytt einum hlut í Kópavogi og fengið það vald og það færi gegn, hvað myndi Gilsi gera? Wow, þetta er þannig að það maður að vanda sig, sko. Þetta er bara einn hlutur. Þá er ég að hugsa svona, hvað vandar í Kópavog? Akkurat. Það er fólk Það er nákvæmlega það sem Jón Gunnar var að hugsa. Já, sem ég var til í. Mér finnst vanda svona gott tuðtorg. Bara þegar ég er erlendis þá get ég farið okkar torg og bara fengið mér einn læt, tilt mér úti og tuðað 10-12 klukkutíma. Ég held að ef við myndum loka Hamraborginni, loka fyrir bíla umfyrir í gegn, bara þarna, þú veist, bara þarna við Landsbankan og bara skellir í lás þar, yfir til eitt torgarni í miðjunni, þannig að koma veitingastæður og barir og kaffihús og svona. Svo getur þú bara setið á þessu tuðtorgi og tuðað bara í 10 klukkutíma. Og ég er líka með Amazing Twist, því að það vantar tuðtorg hérna í Kópavog. Þú veist, rooftopar 2 í Hamraborgina, út með 360 view hérna, út með ocean view, út með útsinni hérna. Ég meina að þú veist upp á blokki í Hamraborgina, sérðu hérna bara, sér Hörpu.
Og þetta er hérna, þannig að það er ekki mikið rooftop bars á Íslandi. Dauðafæri, að fara að fá 2 rooftopari. Og svo er svona, það er skáli í bóðana. Í vetartíman er þetta skáli 360 view, svona bar upp á þaki hérna í Hamraborginni. Og svo Töðtorg niðri. Töðtorg. Já, og 2 rooftop bars. Ég ætla líka að segja nýja gólfvöll. En já, þú veist, ég er að byrja með vel eitt hlut. Já, það vel ég vil torg, breyta Hamraborg í torg. Ekkert ósvipað svo selfie-sigurinn gerði. Þú veist, þeir eru með hugulega svona miðbæði og ráaðum þar og það er með Töðtorg. Ég held að Tatman sé aldrei að fara að gíska á þetta. Ekki fræðilegur. Gilsari, ég spurði líka Tatman hvert búin að vera lengi með frúnni? Bara lengi með henni? Bara 1,5 áratug eða eitthvað svo leið? Ekki? Meira. Ekki? Jú. Hvernig daðrar við frúna hérna? Þetta er bara, þú veit, með einstakt lag á komið með weird spurningar, Richie. Þessi er samt ekki þetta hræðileg. Hvernig daðrar við kona hérna? Lítur að daðra við kona hérna reglulega? Sko, ég hef tekið eftir í undanfarið að hún hefur að gera furðugóða hluti því ég sendi henni uppdata af gólusveiflu í skilabúðum. Það hefur verið að slá í gegn. Út af ég var að díla við hana með að senda golfswingið. Ég var að díla með chicken wing því ég fór í gegn alltaf. Ég var að kíkja á sveifluna þetta er mun betra. Og chicken wingið er eitthvað mest ósexy shit þú getur séð í golfi. Sammála því. Allir gómar sem byrja í golfi eru með chicken wing. Já, það er minna hjá það núna. Mun minna. Ég er búin að vera í fullri vinnu við að díla því og það er tölvöld meira sexy. Þannig ég á að skrifa þegar þú sendir golfsveifluna ég er að vinna í henn og hverju degi. Hún er betur og betur skilur. Ég sendi nýja sveiflu. Ég fer kannski úr sveiflu 40-41 þá er hún bara eitthvað shit. Þetta er ekkert eðlilega gott sko. Shit sko. Þannig að hérna það sendi nýja golfsveiflu á hana. Ég er ekki vissum að Tatman áttur að vera helviti reiður þegar þetta svar kemur. Þriða spurning, Gilsi. Á skalnum 1-10 hversu athygli sjúkur ertu? Já Ok. Já, það er alltaf að fara rauk fyrir því að maður einhver tíman verið nála 10-ni. Já. Ég myndi halda að sé búið að spólast eitthvað örlítið niður, sko. Sér svo ég var í Chess at the Dark spjalli núna í vikunni og Birkir svo miklu meistar að búið að senda mér 8.000 skilabóð áður en ég mætti. Þannig að, þú veist, að ég var í 10 þá ég farið alltaf bara leið og hann sendi, sko. Það myndi að töði mér í mörg ár þá áður en ég mætti. Þannig að ég myndi segja ég var múið að droppa eitthvað aðeins. Þetta var svo spurning sem Tat þurfti að hugsa mest. Sko, Tat náttúrulega, já, ég veit ekki að það er að hvað svara fyrir hann, sko. En hérna, ég er ennþá hann að yfir, ég segja að þetta er 6,5 eða 7. Já, aðeins um meðlein, hvort viltu segja? 6,5 í dag. 6,5 til þess að fá stið, það er ekki 0,5, það er bara heilartölur. Og segja það på 7. 7? Ok, herruðu, síðasta spurningin. Já, svo hvað ógeðsli svipur er komin á það hérna, og bara, veist, já, þetta er þessi erfið að segjast. Klárum hana. Já, ef þú mættir bara velja eina kategóri á fullorðin síðu það sem eftir er til þess að skoða, hvaða kategóri er það? Það er bara að gera sérna, Richie. Tatman sagði, ég er fucking 51 ás. Hann var heldur reiður, sko. En hann svaraði sér. Já. Sko ég er alltaf gaman svona góðum söguþráð og svona og smá romantík, þannig að ég myndi halda romantic grúpan. Romantic grúpan. Þetta er vel eina. Romantic grúpan. Herru, náði Tat. Hann er komin í síman, sko, og safna einhverju matkvæðum með hann. Herru, jæja. Þið voru bara nokkuð fljótir aðeins. Þú kemur bara í ljós. Já. Hvor þekkir hvernig annar betur? Já, það er bara þannig. Herru, þið svöruðu öllum spurningum báðu tveir. En nú er bara spurning, hvor veit meira um hinn? Tatman. Ég spurði Gilsaran. Já. Ef að hann fengi það vald til þess að breyta einum hluti í Kópavogi og það myndi fara í gegn, hvað myndi Gilsaran gera? Þetta er hérna áhverð. Hann segist að bliki nummer 1 en hann mætti á leik fyrir 4 árum. Þannig að nú er golfið búið að taka yfir, þannig að blikarnir fá ekki að sjá þennan trúð á vellinum í sumar, sko. Nei, það veit aldrei.
Þannig ef þetta tengist blikunum eitthvað, hún með skýtsam með sundlugar, fyrir aldrei í sund. Hann hangir. Það var í sundudaginn. Hann í gluggalösu rýmandaltinni í sporthúsi. Hverju myndi Það var gaman á glugga. Hverju myndi Ísey breyta? Þetta er tricky question sko. Þetta er Gangiði bara vel. Já, takk. Hérna opna fleiri sporthús. Hvað segir þau? Opna fleiri sporthús. Opna fyrir Bara fá kópásport Bara fleiri líkamsræktir. Já, veit ég hvað það þurfi samt í Kópavogi. Það er rangt. Gott gisk. Hann vil fá tuðtorg. Ha? Tuðtorg? Já, hann vil sérst loka umferðum Hamraborg. Hann vil láta loka og búa til svona veitingadæmi þar sem þú getur bara sest á okkar torg og tuða og drukkið. Loka fyrir bílaumferð, eitt stórt torg í Hamraborg. Já. Það sem bara eru veitingastæði, bar og kaffehús. Þú getur setið það heilan dag og tuðað. Ekki mathöll, tuðtorg. Og Þetta er besta og versta hugmynd sem ég heilt. 2 rooftop bars líka í Hamraborgina uppi. Það vantar rooftop bars á Íslandi. Já, því að sko Hamraborgin, hún hefur munað sinn fíful feguri. Já, þess að þú veist, Já, þú veist, það mætti nánast malbyggi við Hamraborg og byrja upp á nýtt. Elska Kópavog og dýrkan, sko. Það dauðafæri. Eins og ég sagði Dauðafæri, Gera miðbæ eins og ég sagði, Tatman hefði getað verið til miðnættis en að giska, hann hefði ekki giska á tuðtorg. Hvað er skemmtilegt þetta? Setja okkur á torgi og tuða. Já, og vera með bír og tuða. Við erum þetta að ræða með þetta oppara. Ég var að hittast á Ara og Röfla. Þetta er svona, þetta er læt og tuð. Gilsari, ég spurði Jón Gunnar nákvæmlega því sama. Hvað myndi hann gera? Þetta er bara Sko, ég var að hugsa bara hvað myndi, þú veist Hann er hlaupagómur, sko Hlaupand út allt þessu trúður, sko Og svo er hann samlokukall líka, sko Þannig að ég er að hugsa Hvað kemur það að hlaupa hann samt? Nei, ég er að hugsa hvað Ég var að hugsa hvað fleiri samlokustæði eða ég vil fríar samlokur Ég er með lemon í salói, það er veisla Fríar samlokur fyrir allar kóspöður er dýrt líka Það er dýrt, það er ekki hægt, sko Ég held hann ekki valið það, sko Hvað vill ég í Kópavog, Egill Einarsson? Ég hef bara poppaði upp að samlokur eða hlaupa stígur Samlokur eða hlaup? Hann ná að hlaupa stígum í Kópavogi, sko Hann ná að samlokum í Kópavogi, sko Ég veit þetta lélegt, þú getur ekki komið eitthvað giska Ég er bara hlaupin í salur og fengið með lemonsamloku Þetta er ekkert eitthvað, það er ekkert að breyta henni stórkustlu, sko Fleiri bari Fleiri bari okay. Ágætis gisk, en það er ennþá markalust hjá okkur Það sem Jón Gunnar vill að Hákás hafi verið klára Stúka og völlur fyrir utan kórin Úti Elskar kórin Ekki þarna inn í kórnum Elskar kórin Hann er hákáðingur Já, bara fá Ég er bara geta rölt Ég er 5 mínútur rölt í kór Ég er bara geta rölt á völlin Úti Sólskin Þú veist Seinni part sólin og annað Bara eins og í Fossvæðinu, sko Veist Gunna þetta, ekki svo hérna Kópavós völlurinn, sko, alltaf með sólinn í bakið þegar maður á vellinum. Alveg trúðar sem settu það upp. Já. Gilsari, nú byrja þú. Ég spurði Jón Gunnar hvernig hann daðraði við frúna sína. Hvað heldur hann hafi sagt þar? Ógeðsspurning. Nei, ekki ógeðsleg, hvað meina? Þetta er alveg fattig spurning, þess að víst. Já. Skrítið. Óþægild að svarinni, en ekki með skrítið spurningar, Richie. Ég myndi að sko Tatman er með slíf. Já. Og hvernig daðrar hann með henni? Nei, ég bara segja. Hvað kemur það daðrinu við? Hefur þú séð þegar svona fuglar er að daðra við annan fugl og bara glenna þeir upp fjæðurinnar og sína og snúa sér í hringi og Tatman er vel skreittur. Öll vinstri höndin er skreitt. Næstu í hægri. Og veist, hann fekk sér ekki það tattu bara þannig að gaman að tattuðum, sko. Þetta er bara að veit að gælur fíla tat. Það er ekki flókið, sko. Heldur hann hafi alveg sagt það? Hvað er ég þá að gera heima með sig? Að rífa mig úr og eins og eitthvað páfugl? En svo ertu með Svo ertu með rosalega mjaðmarhefingar. Sko Tatman er með childbearing hips. Ok, ég held þessi spurning var ekki að fara í þessu átt en allt í lagi. Já, út með svona mjúka Ég er ekki með childbearing hips, það er Emil Austmann minn, hann geti átt tvíbur. Hann er bara þetta í gliðnum. Ok, sko, þú ert ekki með Emil Austmann með mér, en það eru samtalið, þú ert með sweet moves. Þannig ég held, þú rífið á kassan, sýnið þið tat og tekur svona mjaðmarhefingar. Já, konum ég myndi halda ég verið geðróði. Hún myndi bara hringja á hjálp. Ég myndi bara rífa mig úr og fara að dansa til þess að
sína fjaðrirnar. Við minn almátt, við erum bara saman í 14 ár sko. Þetta er bara Þetta er því mér ekki rétt hjá Gilsari. En geggja giss. Hann daðra við hana bara með að minna svona reglulega og kominu glæsileg. Já, ok Hvernig anskoðum þau gísku þetta? Vá hvað það svar var lit eitthvað hjá mér í samanbyrði við hérna páfuglin. Sína tattu og mjaðmarhreyfingar Hún hefur mögulega séð tattúin sko. Minnur á hvað Gert það í leiðinni með mjaðmar, þú ert dansandi Tettmann, ég spurði Gilsaran, hvernig daðrar Gilsaran við konuna sína? Er Ísei vinur minn, er hann romantískur? Ég er ekkert viss um það sko. Já, jú, hann er það nú maður. Veist, hann er nánast búin að flytja í þetta retreat og eitthvað annar, alltaf eitthvað svona gott í gangi sko. Þannig hann er nálega romantískur vinur minn, er það ekki? Já, inn á villi. Já, ég held að Gurri vingurum minn fái nú romantík frá mínu manni. En ég myndi sko, það er eitt að gera eitthvað með konun og hana, hvernig hann daðrar er svolítið annað. Ég held að hann sé bara í ykkur sjóðheitu pillow talk. Ég held að ég sé alveg eil fyrir mér því sko, sem getur samt verið pínu óþægilegt eins og hann er stundum bara sko. Hann sé svona í kottahjali. Já, hann er kottahjalskæði. Já, ég ætla að hendi það. Það er rátt. Ef ekki breykist að spurning. Herðu, hann daðra við hana núna þessa dagana þegar hann sendir henni nýja golfsveiflu á hana. Ha? Sko það Váka, ég held að kveiki gömlu. Sjá þið bara hvað einhvern golfhermi er það? Er eitthvað að þér eða? Það er ekki særft að útskýra þetta en ég er bara að díla við Hvað bara svo ég myndi senda á konu, hörru, ég er út að hlaupa. Hvað er að þér? Já, sko, en það er fyrir mikið rómatík í þessu þegar einhvern veginn sveifla verður hugulega er komið nýja sveiflu og þetta er allt fara að gangu Já, sem þú ert ánægð með og þá ert að, já, ok, ekkert mál. Það er allir ánægð með það En við félagum þekkjum ekki hvort annan neitt sérstaklega vel sko. Nei, hann sendir henni nýja sveiflu til þess að daðra. Heitast ég heyrt. Herðu, nú gæti hins að fyrsta stíði dottið innloksins. Nú byrjað þú Gilsari. Já Ég spurði Tettmann hversu á skalanum 1-10 hversu athyglisjúkur er hann, hvað sagði hann sjálfan sig, hversu athyglisjúkur hann væri? Sko hann sko, kannski Tettmann kannski var mögulega einhver tíman athyglisjúkari sko. Já, ég var á FM, við vorum allir. Ekki hjá honum? Var á FM og þú veist en nú er hann svona meira cooking behind the scenes sko. Smíði ykkur samlokustæði og flytja ykkur að ræðumenn og helvítur hann síðan bæði, og til ykkur að sjónastætti og svona. Svo er hann að komin inn í kostningarnar á morgun og svona alltaf cooking okkar behind the scenes En ef við ringjum í hann og byrjum að koma hann á föstuðum í blöð og segja hann já Þannig að það er eitthvað leifar að því sko, hann er ekki alveg í nullinu hana Útvarsbakterían fer aldrei sko, það er gaman að koma þetta róla Þristur Það var close Ekki svo langt frá því Það var 5 Ég segi Ég held á meðalið Hann bara svona alveg meðal En það er sammála þessu Hugsaði 3-5 hann Já, ég er betri bara bak við tjöldin og koma ykkur öðrum á framfæri sko. Þetta er mjög góð líka þegar En talandi Töðutorg F95 blöð er Töðutorg Það er þetta koma hinga og röfla Þannig ég er mjög gaman því Hvað heldur þú að Gilsaran hefði gefið sér einhvern því ég spurði hann hversu athyglisjúkur á skalanum 1-10 hann væri? Já, ég held að hann hefði sagt sko að minnstakosti 10 Því Egill Einarsson vinur minn er athyglisjúkur Svona er hann sitt eigið vörumerki líka Hann alltaf þykist vera tónlistarmaður sem hann er alls ekki en gaman að því Hann alltaf með fjárþjálfun Gilsarans Hann er alltaf vörumerkið Ég er ekkert vörumerki sko Nei. Þannig að hérna að 10, fullt hús 10? Nei, langt frá því Ha? Hann sagði 7 Já, ekki langt frá því Sko ég kom með rök Ég var 10 Nú er ég einhvern veginn svona Byggðum að koma ykkur podcast og svona er ég svona, nennið ekki og sleppi það skilur Ég var að segja svo var að mæti Chess After Dark skilur töði í mér í 4 á þannig að aðeins ég gæði með 7 en ég hef vel 100% verið 10 sko. Já, ég skil líka alveg ég er ekkert ofta að fara í eitthvað svona viðtölu eitthvað sjálfa mig og annað segi og hef verið í viðtölum á sko, sjónvarpsþáttum á RÚV og eitthvað dóti sko segi þetta með Sillu og eitthvað sko en þú veist, maður velur þetta vel einhvern veginn, sérstaklega svona kannski á efri árunum sko. Herru, þá var það síðast spurningin byrja þér núna Tett Ég spurði Gilsaran ef hann þyrfti að velja eina kategóriu á fullorðum síðu það sem eftir er til þess að skoða hvaða kategóriu hendi Gilsaran í þarna? Þetta er eina sem ég þurfti en að föstudag var þessi spurning Já, ég þurfti bara að klára þetta og svo fyrir við í lag og höldum áfram með lífið sko
Já, Þetta sem gerist þegar Rikki G kemur inn sko. Ég bara því miður hversu óþægilega vill maður vera samt sko. Þetta bara, að það ekki hægt að svara þessar spurningu. Það ekki hægt að svara rétt eða eðlilega. Það allt bara óþægilegt við þetta. Hörru, ég ætla að segja Hrikaleg spurning. Já, ég bara, þú veist Bara eiginlega staðan. Í 51 ás, ég stattur á Söðlandsbrautinni að svara Pornhub spurningum Egil Einarsson 46 ára gamla viminn. Í hvað veruleikar ég lendur. Hann svaraði vissulega. Já, hörðu, hann svaraði vissulega. Ég held að hann samt tekið eitthvað svona vanilu. Hann hefur tekið eitthvað svona vanilu. Hann hefur bara sett hérna, ég segi bara Christ, sko. Það ekki sem sé hérna að rifja upp eitthvað flokka, sko. Það 9.000 flokkar á höfbunu, sko. Það gaman að myndir hitta á hann. Það 0-0 sko. Ég ætla að segja outdoor. Outdoor. Já. Gott gisk, en hann hendi romantic. Hættu, get ég ekki kasta ykkur í hann, eða? Já, sko, sögur þrá Hendur í romantic. Einmitt. Don't bullshit a bullshitter. Þannig að þú varst heldur Er romantic undirsíða á fullorðin síðum fyrir göðum? Já, það er til. Já, ok. Rikki alveg orðabókum þessar kategóriður Ég þurfti bara að fact-checka þetta og það er til. Þú getur tekið Sigurinn Gilsari hvaða síðu. Nú þarf ég að vera snið, sko. Það er nokkur sem komið til greina á Tatman, sko. Nokkur Nú þarf ég að spila þetta rétt. Það eru nokkri sem koma til greina. Þú veist eins og til dæmis Tits-grúpan myndi ég segja að væri líkleg. Ég er svo fegin að mættin í dag. Ég ætla að taka þetta, ég ætla að vinna þetta 1-0. Já. Svo massage líka, ég held að það er gaman að því. Eino Milf. Er þetta að lesa bara eitthvað undir síðan? Hvað er að því? Nei, ég er að velta steinu, BDSM. Já. Sko, þetta er svo að það sem poppar upp. Já, bara þetta poppa upp. Þannig að, en síðast er ég að hugsa hvað allir Jóngunar hafi valið þarna, sko. Já. Maður sé heitur. Ég ætla ekki að segja orð, sko. Ég bara er orðlaus næstu. Ég er aldrei orðlaus. Ég þarf alltaf að skjóta okkar. Ég fann að svitna inn í mér. Eino. Egil. Þetta er bara kategóri eins og allar aðra hana. Romantic, á ég minna það á það. Hvað valdi þetta? Það er markalöst hjá okkur 0-0. Jón Gunnar valdi amateur. Ok, anskotin. Ég var ekki sem með það í upptalningunni, sko. Nei, þú taldi bara upp allt annað. Við skuldum auglýsingar fyrir liðlanga löngu og ég skulum bara fara úr þessum lið. FM 957. Tíminn flýgur frá okkur FM 95 blöð hér á FM 957. Herðu, Gilsari, það er komið að því á morgun ganga flestir Íslendingar og við viljum minna á það, nýtið atkvæðaréttin ykkar. Yes. Er eitthvað lúðalegur en að mæta ekki á kjörstað? Þú mætir á kjörstað og kýst. Það er það, nú tekur þátt. Já. Skiptir ekki máli hvort að kjósa? Mættu. Já, ég meina, sjá bara svona, ég er að vinna með með bæstjórum í Hafnarfjörðana. Það voru næst í, fyrir 4 mánuðum síðan voru næst í 9.000 manns í Hafnarfjörði sem kusi ekki. Ég bara, og bara nennir því ekki eitthvað og þú bara gleymir því og verður bara drullar fyrir. En sko, ég segi það, ef þú kýst ekki þá getur þú ekki verið að tuða yfir einu eða neinu. Það bara tuður ekki neitt. Nei, það bara, þú veist, þú þarf að gera eitthvað betur. Já, meina, ef þú ert ekki að mæta á kjörs. Svo er nokkra frétt á síni eða vísi núna og mér skilst að utan kjörfundar atkvæðagreiðslana, því alltaf frí í gær. Já. Margir er taka langa helgi út á bænum eitthvað og margir er búin að kjósa þessi 30-40% meiri þáttaka í utan kjörfundar sem er áhuga, bara frábært. Sem er frábært. Já. Bara flestir nýta atkvæði sitt. Bara vakna á morgun, dress up og rölda sér á kjörstað. Bara veist það. Og það var gaman. 4 sekúndur líka hoppaðan inn og já, maður tekur þátt. Ég saman Richard í því. Og maður hildi systur minni inn. Já. Þannig að þá þurfa að haka í D.A. Kópói. Það er systurnar í Kópói. Koma Hildi inn, hún er frábær. Hildur og svo Björg, vinkona mín í Framsón. Heldur betur. Gilsari, við erum farið í spurningakeppnin og það er King of Voting. King of Voting. Spurningin er, kemur það eitthvað við kostningum? Ekki séns. En svo fyrsta, kýstu að keyra á luxusbíl?
Þetta er nú meiri Píl og Richard heldur en mig. Ég er ekki á lúxusbíl sko. Nei, ég er alls ekki á lúxusbíl sko. Ég er á Peugeot sko. Já, ég er á lúxusbíl sko. Peugeot bara, þú veist. Báður Peugeot? Já, Peugeot 5008. Ég er á 3008. Já. Sama bíl basically. Já. Þetta er bara fýtt fjölskyldbíl sko. Já, semi-luxury car. Ég er á 7 manna og bara nógu stór skott að þessi þurfti sko. Ég var ekki að spá ykkur luxury sko. Já, ég Samt eiginlega að segja það að Peugeot væri a luxury car. Nei, það er ekki luxury car. Góð bíl. Fínasti bíl sko, hann er bara solid. Þetta er bara solid fjölskyldubíl. Þetta er heiðalög fjölskyldubíl. Manna nei. Okay. Ég verði ekkert að hlaupa 10 km undir 40 mínútum. Já. Hvað kemur það? Skotnars kostningum við? Hvað er þetta að kjósa þar? Þú veist sko, verður þú ekki að spá í því, Ríkard? Þetta er spurningakeppni. Já, ég veit að þetta er ekki King of Warring. Og úti í kosmosi, þetta er hlaupabretti á 16. Það er rosalegt sko. 38, 54 og 38, 59 hérna í Laugardalsvelli. Það er rosalegt tempo. Nei, ég hef ekki verið nálægt í. Ekki nálægt. En hann sérst fær punkt fyrir þetta. Og aftur spyr ég, hvað kemur þetta kostningum með votingu? 1-0 fyrir tenni. Því að ég er fljótur út á kjörstaði. Þegar það er kosið um hvað er matinn á heimilinu, hefur þú yfir höndina þar? Já. Þeir eru matgæðingar báðir. Já, miklir. Það er svona að vera að debata hvað er matinn. Sjaldnast debat. Þið kallið þetta yfirleitt. Já, að því að frúin finnst bara betra þegar ég elda eða grilla. Þú ert líka masterchef. Sama hér. Og ég elska að vera að elda mat sko. Hvað eldum helgina, Richie? Ég hef reyndar ekki mikinn tíma þess að eldum helgina. Ég er að fara í Grindavík á eftir. Ég er að skemmta annað kvöld. En ég grilla eitthvað gott á sunnudaginn. Já, ég er í nákvæmlega sama. Ég er í kostninga Madness til 10 annað kvöld. Ég ætla að grilla eitthvað á sunnudaginn. Já, ég þarf. Klart. Það eru talandum. Það eru bara smá talandum að plugga sér. Ég er með matseðil vikunar á MPL. Takk fyrir. Það er komin. Já, síðasta mánudag. Matseðil vikunar. Veistla. Takk fyrir. Settu samlóku þar inn. Ég sett ekki samlóku þar inn, trúður. Matseðil vikunar, hendi samlóku. Vá, bara Michelin að berja niður hurðina heima um mér. Hvað er aðeim? Heldur þú að taka flipaða limmynd inn í kjörklefanum? Nei, hvað? Það er mjög algengt að fólk sláir þetta strengin í klefanum og taki limmynd. Hvaða léttu strengir eru það? Sko Ríkard, þetta er náttúrulega bara gert að mér. Ríkard tók einu sinni limmynd. Fræg limmynd. Fræg? Hvað? Kristinn Pálsson, sölumæður og þegar ég kynnti snatt hérna við skipta, hann fannst mér þetta vola að fyndið. Og var það på þér? Senda á Kristinn Pálsson og hann fannst mjög gaman að þessu. Ekki limmynd. Settur þú limmynd á fíkilin í sporthúsinu? Já, bara þetta var eitthvað grín. En hann er búin að segja sögur svona 1850 sinnum sko. Ég veit það. Nei, ég ætla ekki að detta í flip. Nei, og ég er ekki að fara að gera það heldur sko. Nei, en góð hugmynd. Það 2-1 fyrir Tatman. Hefur þú farið í kostningapartí og endað reiður og graður? Nei. Næsta spurning fá ekki. Helviti, pyrra nei hérna. Ég held ég sé búin að vera í þessum sömu spurningum síðan 2013. Það er eitthvað ekki í læg. Það var í kostningapartí, reiður og graður. Málið það, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí og ef ég hef farið í þá hef ég bara verið heldur léttur sko. Já, ég er bara léttur líka. Næsta spurning, takk. Ég líka. Kistu stundum að sippa frúnu upp á eldursporið þegar þú ert í gír? Jesús Kristi. Hvað er mikið eftir? Er við king of warring eða er við king of hvað? Nei, hörru, kistu stundum að sippa frúnni. Já, þú sippar því bara fram á spurningina. Já, þú ert að kjósa það að sippa þarna frúnni upp á eldursporið. Nei, já. Hvað, það er 3 spurningar eftir. Þú verður að það mátt ekki vera ljúandi hérna. Nei, ég er ekkert að ljúa, ég kýs ekki stundum að gera það. Akkur segir maður hluti? Þú átt ekki að segja hún neitt. Nei, það er langt sinni hætti. Það er ástæðan fyrir, hann er bara með eitthvað 10 ára gammalt mál. Ég hef ekki sagt hún neitt. Ég hef ekki sagt þessum gæja nokkuð skapaðan hlut. Stór hætti. Nei, ég kýs ekki stundum að gera það. Það var einu sinni. Það er ekki punktur. Nei, ég tek ekki punktur fyrir þetta. Já, sko, þetta er sem eiginlega punktur. Þú kaust þarna í þetta eina skiptið að já, þú sagði stundum, kýstu stundum. Já. Ok, og 2-1 Tatman. Hefur þú kosið að lauma þér í jisk hristing?
Veistu, ég sverða, ég með playtakan hérna og 2 spurningar eftir en þetta er bara Þetta er ekki búið Það er ekki punktur á mig allavega Eins mikið og ég er gaman af Jisk Þá hef ég ekki orðið það peppaður Nei, og ég hef Þú aldrei farið í kosið að fara í Jisk-kristing, það hefur aldrei gerst fyrir það fyrsta Og Ég er ennþá reyna átt að máða í hvaða spurninga Þú kemur vannst alltaf sem lagergómur í mörg ár Ég var ekki í lagagómin, ég var í húsgómin Er ekki 20 eitthvað á síðan eða meira? Jú, meira Já, hann tók, hendi einn Veist það, ég skilða alveg þessum bara í gýr Og hvað er þetta? Jisk sé ánægð með þetta líka Já, það er heldur góð lýsing fyrir það En nei, það er ekki Næsta punktur á myndan spurning. Bara, hvað, tvær Dróð svo Við ætlum ekki að taka punktur hana, Dróð svo daburt Dróð svo daburt Það var enda 2-1 við Tetman Þetta er nú bara að vera síg og setni hlutan í þessari Já, það, frábært Ég tók út kýst að vera sköllóttur eftir að þú komst með hittirinn á hann Ég hef ekki bútt þar að því ég Já, raunverulega kýsta þú í rauninni kýsta Já, já. og þú vilt ekki fara til Tyrklands Ég neita að fara í eina borðatravel Sko, þegar frúin hefur spurt þig hvað þú gerir í kvöld, hefur eitthvað kosið pekk kvöld? Egil Hvað? Þetta er vinsað Takk fyrir að bjóða mér í þáttinn Þú veist að pekk er komið í top 10 í rassafloknum af blöss, sko að það er vinsað þetta Má ég spyrja, þú veist, er ég alltaf að hlusta á sama þáttin? Hvað verður? Ég var að hlusta á þetta síðan 2013-14 Hann er búin með Sömu pekk spurningu. núna, hann er búin með pekk í ár Já. Streik, hver Sjáðu líka- einasta Ég föstudag setti Ég hálf sjáðu túa líka á ís hýrana Ha? Já, þú Hálf settir túa hálf fór á túa ís. ís Já, já og pekki er ennþá það vinsælt, sko Já, nei Nei, en hérna, nei Ekki pekki Frábært að gerði vingurum mín Hvað er staðan í þessu og hvað er mikið eftir? Hörðu, King of Voting er Tetman og hann líka að vinna við kostingarnar, þannig að það make a sense Já, Til að mikið með tekið þetta, það. Tatman já, takk aðeinslega FM 957 Það er rosaleg helgi framundan eins og við erum búin að tala um í þættinum. Það eru þetta kosningar á morgun en í kvöld gæti orðið svona pínu falleg stund, getur við sagt. Allt sem Grindavík hefur gengið í gegnum núna á síðastlinnum árum. Þá hafa Grindvíkingar verið að hóta svona Íslandsmeistaratitli undanfærin ár, karlaliðið, en í kvöld verður Íslandsmeistarabikarinn í húsi og vinni Grindavík Tindastól í kvöld, þá eru þeir Íslandsmeistarar held ég í fyrsta skipti síðan 2013. Vá. En viljum við ekki fá að game eða? Jú, þetta verður alltaf game, sko. Málið það Fá þetta í 2-1 og ég ætla fleiri leiki, sko. Já, það eru flestir sem eru hlutlausir sem eru þar. Líka eftir síðasta leik í síkinu í sko, Blöð það brjálaður eftir leik að hann er farin til Pólland, sko. Hann getur ekki hort í kvöld, sko. Þú veist, á Íslandi. Helsta stjarna Grindavíkur, DeAndre Kane, hann misti sæns. Hann sýndi stundismennin Tindastól. Hann hætti the finger. Já, ekki bara fingers. Það voru þeir Hann setti það á báðum, sko. Já, bara tók ykkur að serimóni og dans bara. Voru þeir eitthvað búin að djöflast í honum en í leiknum eða var þetta bara að Já, sko, stuðningsmenn beggja liða eru að tjanta sjálfsögðu. Þú veist, ég ætla ekki eins og að segja hvað er búið að tjanta mig, sko, þegar ég kom að hana, sko. Fastanarsalinn. Já, eldhúsborðið. Eldhúsborðið. Já, það er trendað, eiginlega eða? Já, sko, eldhúsborðið og fastanarsalinn, það er fyndið. Já, enda brosi ég bara, sko. Sjáðu bara Þetta er vitsi. ekki að kasta fingurum upp í stúku. Nei, en þú veist, í svona, þú veist, þetta eru tveir sennilega bestu stuðnismannahópar á Íslandi, Grettismenn hjá stólunum og Stinningskaldi hjá Grindavík, og að vera á stað og horfa á þessa hópa. Þeir byrja, það er hleypt inn klukktíma fyrir leik og þeir syngja þegar þeir koma inn og þetta leikurinn er búinn. Í svona 3 tíma stanslust. Já. Stoppa aldrei sko. Og það er, þú veist, verið að syngja eitthvað um Kane og náttúrulega DeAndre Kane. Það er ekkert bann fyrir the finger. Nei, það var sagt. Já, ekki bann. Og ég held að í kvöld verði nokkuð mikil gæsla því að það er alveg hiti. Það búið að kveikja helviti vel í króknum, sko. Já, eftir the finger. Já. Hann verðist vera bad little boy. Ég held allir í þjóðunni þykja væntu Grindavík. Minn almáttugur. En ég væri til í að sjá, ég er svo Egill. Ég bara Þú vilt fleiri leiki? Ég frekur á eigingjarn. Ég vil fleiri leiki í sófan. Já, Tindastól liður að mæta kól vittlus í hennar leik og neglis í 2-1, trúið þér? Já, ég er að vinna með góða fólki á króknum og annað. Ég væri til að sjá 2-1 í kvöld og fleiri leiki. Já, líka Blöður ekki verið að hæfur þetta næstu vikurnar ef þetta er 3-0, sko. En Egill, ég þarf að fá skýrslu. Það var sungu þegar ég var á króknum í
á móti Stjörnunni. Já, var sungið Hvar er Öddi? Já, þegar Hvað er hann búin að mæta marga leiki í úrslitakefninni? Hann var erlendi sko, hann er búin mikið flakk á okkar manni undanfæri sko. Og hérna einhver gig og hann var að stegja vinsinn í Amsterdam og hann var í Róm. Það var Róm og Amsterdam, back to back. Þannig að hann ekki mæta neitt neða. Þetta er bara Róm, Amsterdam, Pólland hjá Blöð á okkur 20 dögum. Þannig að annars væri hann mættur kólvilsanna sko. En ég meina, hann er bara að fá pillu hann, hann þarf að taka það á kassan. Þeim er náttúrulega að tjanta það aftur í kvöld, hann er ekki á vellinum. Hvað er auðvitað, er þetta geggja tjant sko? Já, þannig að hann fær pillu. Já, það voru stólastöðunum sem sunguð ekki í Grindavík sko. Það er stólastöðun að syngja sem mann eða? Já. En ætli G. Birgis verði þannig með sólglerun á... Herra, hann var eins og Volter White í fyrsta leiknum mútið Grindavík. Já. Með hattinn og... Huggulegu drengur. Það er sexy holning á Birgisinni. Já. Svo var það Júruvísson sérfræðingur sem við erum búin að vera að velta steinum inn á tjattinu með Herru, segðu okkur það fyrst að við erum inn í framhjálaup og tala um hitt og þetta fyrir þá sem vilja breyta mögulega $1 í 2 hver vinnur Eurovision? Ég held að Finnarnir taki það. Finnarnir vinni? Út af því þetta þú rosalur endir á sjóinu. Ég tók það á hljóndakeppninni í vikunni. Þegar eru þú fer á fiðluna og þessi sexy gæi fer á annan hnið og myndatakarnir upp á 10 og svo kveiknar í sviðun og þetta er bara fuck. Já, þetta er flott atrið. Já, þú varst mjög spenntur hana. Hvað sagður, er þetta? Fuck. Sko, það eru nokkuð bett sem við erum vel ekki að menn að hendi svona spesiala. Við erum að hendi svona kombo sem fólk getur mögulega bara eld eða fólk getur að setja ykkur 10 € á þetta og lífgu upp á daginn. Þannig að það kemur bara inn á morgun. En ég mynd sko, Finnland vinn þetta, sko, Svíþjóð top 10 mjög langt frá að vera öðrugt sko. Við erum 12-13. Ég held að vera alltaf bara top 3 bara átó. Sér að 2.75 á svetinni top 10 að langt frá að vera öðrugt. Ísrael taki televótið og Danmörk í top 5. Það er Sörens, þetta er skemmtileg stemningsbett. En þetta er ekki örugbett samt. Hvað setur þú í annarsæti? Ég held að Ástralía verði þeir taka dómnefndin mun velja Ástralíu. Þannig að þetta er að velta steinu með þetta og séu líka Búlgaría er líka með skemmtilegt lag. En að þeir komu þarna inn með lag sem heitir Bangaranga. Getur sett áður ekki þú ert rosalega djúpt í þessu. Hvað heitir það? Bangaranga. Já, þetta getið út nokkur YouTube ef þú Eurovision playlist það eru ofalega. Þetta er svona TikTok-lag. Já, settu headphone á þig trúður. Ég held með headphone. Gristlíkarnir munu vilja kjósa þetta. Þeir eru með símann á. Þannig að þetta er TikTok-lagið. Þetta og greikitir. En þið heyrið það bara núna þegar kemur núna býða aðeins og fattið hvað er að tala um. Gristlíkarlag. Bangaranga. Það var svona skósum hittari. Og svo er eitt lag á Eurovision sem heitir Choke Me, Kyrtu mig. Já, það er dónalegt sko. Það er bara hannig. En eins og Bangaranga, það í top 10. Magna, ég hef ekki talið það upp á þann. Þú veist, þetta er að gera ráð fyrir grislinga-atkvæðunum sko. Sem sko grislingurinn kýs 80 sinnum meðan að þú veist. Já, þú hendur krakkarnir náttúrulega kjósa mikið í síma. Og hann að Bangaranga hann í top 10 myndi segja að væri skemmtilegt líka. En þetta er þessi veistlar á morgun og þannig að þetta er svona helsta. Þetta getur breyst. Stuðlarnir eru á áluru hreyfingu núna. Þetta verður eitthvað. En Finnland að vinna. Finnland vinnur. Staðan er núna. Það er fyrir þá sem ekki vita þá er það þetta lag hérna. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það er hárrétt þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það er svona fyrir að síga á seinni hlutan hjá okkur en við eigum einn lið eftir sem heitir spurt og svarað. Já, það er stundu dottið inn þegar að þið eru félagarnir. Já, ég veit að það spyrst út að við séum. Finnst þú séu að hýrta áður? Já, þú veist að virðist svo þjóðin einhvern veginn fréttaði því svo koma og... Já, maður giska, þetta er eitthvað 12 ára gamalt barn á Þingeyri að fara að opna samlokustað.
Elskar flúta hlaupa, er sköllóttur. Góð punktur. Veist. Já, sko ég ætla að stjórna ekki hvað fólk sendir inn Nei, sko. algjörlega. Hvert sendir fólk? Er það bara Bara mailið mitt Er það isay@fm.is? Já, það er mailið mitt isay@fm.is En sko, þetta er bara ákveðið vandamál sem við leysum og það er oft verið lengra, það er ekki svo langar sko Ok Er það báður á mig eða hvernig er þetta? Ég byrjum bara á annari og kemur hérna, já, sæll Gilsi út frábær og það sé alveg á hreinu eðlilega frábær og hugulegur en spurning mín er samt ekki á þig, meistari. Nei. Er einhvern tíma spurning á þig eða? Nei. Jú, stundum en Ok. nú er þetta King Richie Ok. Líf mitt er svipað og lífið hans Richie Ég gólfa mikið og þegar ég er ekki gólfandi þá er ég með buksunar á hælunum á frúnni í hjólísi en til að koma mér að efninu ég er fasteignasali ég er svo mjög líkur Ríkarði í útliti það er margir sem halda af þessum bræður Já. svo heiti ég Ríkard í þokkabót Heitir líka Ríkard. Já sko, ég er með geggjað andlit þessu Richie geggjað andlit og geggjað hár þess vegna erum við heldur líkir þessi meistaröflöf verðist vera eins og þú Richie Já. Já. Þú ert líka svona þú dökkar og fasteinsalega eru svolítið eins og þú í rauninni Já. Ok. Allir? margir ég er að lenda heldur oft í því að ég er að mæta og verðmynda íbúður og þið er að því að verðmynda íbúður á single döfum þá gera þær bara ráð fyrir því að ég segir ekki og og þær eru bara að heyra Richie mala það non-stop í útarpuna þessi spólgraður fasteignasali Ég er búin að mala það non-stop í útarpinu. Non-stop. Já. Ok. Já sko þetta er alltaf sem að Ríka segir hérna í spurningunni Já, er Ríkard segir það hann í spurningunni. Ég er að velta fyrir hvað sé spurningarna eða? Sko, svo segir hann þannig að þegar ég er að velja íbúður sérstaklega hjá single döfum þá gera það bara ráð fyrir því að ég sé klára bak og daginn hendi segir mér að segja á eldhúsborðið og mér náttúrulega döð bara á því að ég sá það og núna er Ríkard búin að auglýsa þetta fasteinasala atriði út all land og eldhúsborðið og allt þetta rugl og ég lendi svo í þessu bulli þannig að mín spurning til Richie er Ríkard, hefur þú eitthvað sómakend eða hvernig er það? Kveðja Ríkard, fasteinasali Er það spurningin? Pældi hvað þetta er hvað lífið er skamt stórra högg á milli að því nú er ég hérna núna eftir klukkutíma þá er ég að fara Lýsa leik í Grindavík úrslita leik í þar sem ég fæ ekki frá co-hostinu mínum að ég sé spólgraður fasteignasali og malir þetta non-stop í útvarpi. Já, það er ákveðin Pældi hvað er small margins á milli bara hluta. Ég er að fara að hitta bæjarstjóra Hafnarfjarðar eftir ég er ekki í þessu Það væri gaman eins að hver er með þér hérna í Grindavík? Þetta sé Jóhann Árni Ólafsson. Það er mjög ólíklegt að hann hendi það. En hver var spurningin sem sagt? Hann er að spyrja búin og það er eitthvað sómakend með þetta allt þetta bull Já, það tala non-stop þetta alltaf auðvitað þetta Þú veist að koma um í vandræði með eldhúsborðið og fasteinasala og allt þetta Hann er Ríkardi fasteinasala Hann er bara Ríkardi er bara að velta þessu fyrir sér Segðu bara já, ég hef sómakendur ekki Næsta mál Herru, já, afsakið Svara hvað þetta er dabburt maður Svara Fokk, hvað þetta er lélegt Hver er næsta? Það er á Jésús Ég veit ekki á hvernig það er Já, ég mynd, akkurat Það spurðist út að ég væri hérna Nei, ég get loðið þetta næsta mér líka sko. Sæll Egil Egil, já Frábært spjalli við í Chess of the Dark og tökulegur og skemmtilegur drengur En að erindinu Ég bjó sér það til samlokustað hérna fyrir norðan Akkurat á borðeiri Það segir bara fyrir norðan Já eins og Jókana Geirdal gerði fyrir sunnan ég á margt sameigilt með Jóni ég segi check með setu þegar fólk talaði mig check eins og Jón já sem ég er að gera ekki ég ger puttan þegar fólk tekur myndir af mér og ég sem er trend sem þú startaði ég er orðheppinn og ég frasa kongurinn fyrir norðan það er ekkert því maður gengur alltaf ágætlega það sem verið taugarnar á mér er að meðan að hann fær ekkert eðlilega smalt viðunefni horny tech Já, akkurat Takk aftur fyrir það Þá er ég kallaður Sandwich Boy Og ég ætla ekki að vera leiðilegur En það finnst engri gælu viðnefni Sandwich Boy, töff Nei Og ég er á lausu, by the way Það er Sandwich Boy er á lausu fyrir norðan Og ef ég lapp inn í verslun hérna Þá fæ ég bara að heyra Hey Sandwich Boy, hvernig ertu í dag? Og þetta er lítið bæjarfélag hérna Já, takk
en þetta lítið bæjarfélag hérna fyrir, þetta ekki nákvæmlega hvað hann located, og það vita allir að ég sandwich boy. Á sama tíma Geirdal horny Ted. Nei, Geirdal það ekki, nema bara hér, ég trúði það. Sem ekkert eðlilega svalt viðnefni. Já, ekkert eðlilega. Það þýðir að hann horny og hann með tattoo. Það við þessi gellur fíla. Ég með helling af tats og svo ég heldur gráðu líka. Hvað þarf ég að gera til að festa horny tat viðnefni á mig og losna við sandwich boy? Hverja sandwich boy? Já, líka gaman að hann kvittu undir sem sandwich boy. Þannig að sko hvað þetta hann að gera til að losna við sandwich boy og hann máli taka bara horny tat af mér. Takk fyrir kælla. Ekki það ég ætla að vera samlokustrákurinn sko. Þannig að samlokustrákurinn eiginlega verð en sandwich boy. Það miklu verða. Hey, Takk hann má bara taka mitt. Af því að þú gafst mig það bara sko. En ég held að ákveður ekkert sjálfu viðnefni. Nei. Það fólk þarf að kalla þá horny tat. Þannig að hann nennir ekki að vera sandwich boy. Já, hann er það nennir því ekki eðlilega. Þú ætlar að gefa hann það bara. Já, hann má bara fá þetta frá þér. Ok. Þetta er alltaf sama sko. Þannig að þetta var það bara leist í raunni. Bara magna hann hafði gerð sköllóttu sko. Herðu, þetta er búið að vera erfiðir 2 tímar. Þú ætti að fara að lýsa. Já, við erum aðeins að hætta fyrr í þetta skiptið. Ég þarf að gunna í Grindavík. Leikurinn að byrja allir ekki að horfa það. Ég ætla að horfa. Þú verður að vera alveg kolvittlus í þessari lýsingu. Kolvittlus. Ég ætla líka að taka því að það er ég ætla að peppa sjónvarpsseríuna sem að ég var að framleiða. 20 eitthvað á RÚV. Það er ekki þáttur í kvöld, þetta er vanlega á föstudagskvöldum. 19:45 á RÚV. Komni 4 þættir, verða 6. Hvað eru? Þetta eru Vigdís Hafliða, Arnó Björns og Óli Gunnar, hrikalega hæfileikaríkir krakkar sem að skrifið og leika aðhluturkinn og þetta fjallar bara það að vera 20 eitthvað. Hrikalega fyndi og skemmtileg, mikið músík, mjög gaman, þetta er plöggað því. En já, ég ætla ég er að bara fara beint inn í gunnin í Hafnarfjörð, halda hann baráttunni, ég slaka á bara 10 annarkvöld í baráttunni með bæjarstjórnum í Hafnarfjörði. Eða haldið velli, hversu mikið ætlar að mökka það annarkvöld? Já, ég ætla bara kl. 10 annarkvöld, ég fann að sjá drikkin í hillingum. Þetta er alvöru geðveiki fram að því. Og geðviki blandið það, þetta er alveg gaman, þetta er aksjón sko. En ég ætla svo sannarlega að skála annarkvöld og ef það sem að vonar að gerist bara, þú veist, aftur, við erum búin að tala um það hérna, Hafnarfjörður er booming og blómstrar, við erum ekki að halda því verkefni bara áfram. Ójú. Og þeir sem hafa gaman að góðu golf content, þá mæti ég til Dublin og 4 golfvelli, fer á sunnudaginn og já. Þú verður með hérna Con Air-lagið hérna þegar það ferði í bjórinn eða? Vonandi. Alltaf. Ef ykkur er til að labba meðan til mín og ef hún er frosinn sérstaklega. Já, svo er bara annarkvöld bara kostningavaka, þú veist, við erum hann í Ægir 220 höfnina, skemmtilegu staðu sko. Þannig að ég vona bara sem flestir haggi við bjei í Hafnarfirði og víðar og ég ætla bara, hafa gaman að þessu, karvan í kvöld og fleira. Takk. Við ætlum að þakka fyrir okkur í dag. FM 95 Blu. Hann segir líka takk. Hættum þessu rugli, góða helgi, gangi hægt gleðina dyr og munið að mæta á kjörstað. Topp tónlistarstöðin FM 957